Kjarasamningum BSRB sem voru undirritaðir vorið 2020 náði sögulegur áfangi þegar vinnuvikan var stytt hjá dagvinnufólki úr 40 stundum í allt að 36 og síðan hjá vaktavinnufólki allt að 32 stundir. Stytting vinnuvikunar hefur verið eitt helsta stefnumál bandalagsins til margra ára og þess vegna mjög jákvætt að þessi áfangi hafi náðst við kjarasamningsborðið. Ég á 5 börn og með því að fara inn í þetta verkefni og vera þátttakandi í þessu verkefni þá ætlaði ég mér að gefa þessa styttingu vinnuvikuna til fjölskyldunum minnar. Ég ákvað að fara ekki í ræktina eða slíkt, heldur að leyfa börnunum mínum að stytta sinn vinnudag. Já, ég á þrjú lítil börn og þetta hafði bara mjög mikil og góð áhrif á fjölskyldulífið. Að geta hætt á hádegi á föstudögum og geta þrifið bara í íbúðina okkar og undirbúið helgina og sótt börnin fyrir útrétt ýmis verkefni var bara gríðarlega mikilvægt og gott fyrir geðheilsuna á heimilinu. Markmiðin með því að stytta vinnuvikuna eru skýr. Styttingin mun auðvelda fólki að samþætta vinnu og einkalíf. Á meðan fjölskyldufólk mun njóta fleiri gæðastunda með börnunum sínum, geta aðrir nýtt tíman í að sinna áhugamálum sínum, stunda líkamsrækt eða sinna sjálfum sér með öðrum hætti. Bætt heilsa launafólks annað á stóru markmiðunum með því að stytta vinnuvikuna. Á vinnustöðum sem þegar hafa stytt vinnuvikuna upplifir starfsfólk minni streitu sem aftur dregur úr hættu á sjúkdómum og kulnun í starfi. Ég og sambýlismaðurinn minn eigum 2 börn og hann vinnur líka vaktavinnu og mjög erfitt oft að púsla saman 2 í vaktavinnu með 2 börn. Þannig að sjálfsögðu kom þetta sér mjög vel inn á heimilið að ég fengi þarna auka frítíma og þá bara minni pössun og meiri tíma með börnum. Það sem maður fann mest fyrir leið að dagurinn lengdist. Einhvern veginn var miklu meira úr deginum eftir að maður var búinn í vinnu og hvort sem var til að eiga með fjölskyldu eða áhugamálum. Þannig að þetta var stór breyting. En stóra verkefnið framundan hjá BSRB og aðildarfélögunum og öðrum samtökum launafólks og okkar viðsemjendum að innleiða styttingu vinnuvikunar á öllum vinnustöðunum hjá ríki og sveitarfélögum og þessi vinna þegar hafin en henni mun ljúka mitt ár 2021. Innleiðingin á styttingu vinnuvikunar verður ólík hjá þeim sem vinna eingöngu í dagvinnu og hjá þeim sem vinna vaktavinnu. Á dagvinnustöðunum fer fram samtal starfsfólks og stjórnenda þar sem rætt verður hvernig hægt að stytta vinnuvikuna án þess að þjónusta skerðist eða afköstin minnki. Í þessu samtali þarf að útfæra styttinguna eins og hentar best vinnustaðnum og þar verður heimilt að stytta allt að 4 klukkustundir á viku niður í 36 stundir. Styttingin á að taka gildi í síðasta lagi 1. janúar 2021 en má taka gildi fyrr ef samtalið á vinnustaðnum gengur vel. Á þeim stöðum þar sem unnið í vaktavinnu verður fyrirkomulagið annað. Þar styttist vinnuvikan úr 40 klukkustundum í 36 fyrir allt starfsfólk í fullu starfi. Við það bætist meiri stytting fyrir þá sem ganga nætuvaktir og vinna kvöld og helgar. Hjá þeim getur vinnuvikan styst allt niður í 32 klukkustundir. Breytingin á vaktavinnustöðunum verður gerð miðlægt og útfærslan því eins á öllum vinnustöðum. Því fylgja breytingar á ýmsum ákvæðum kjarasamninga sem þýðir að launin verða reiknuð með öðrum hætti en áður. Laun munu þó ekki skerðast við breytingarnar. Breytingarnar í vaktavinnu þurfa talsverðan undirbúning enda geta þær kallað á breytingar á vaktakerfum, mögulega fjölgun starfsfólks og aðrar aðgerðir sem geta haft kostnað í för með sér. Þess vegna mun stytting vinnuvikunar hjá vaktavinnufólki taka gildi 1. maí 2021, örlítið seinna en hjá dagvinnufólki. Breytingin var það að við getum farið sinnt annarkvort áhugamálum eða fjölskyldunni eða annað meðfram vöktunum núna. Við vinnum að skarast miklu betur við fjölskylduna. Að geta tekið þátt og það sé ekki þannig að maður hitti ekki fjölskylduna heilu og hálfu dagana eða vikurnar. Það góð ástæða fyrir því að við erum að ganga lengra í styttingunni fyrir vaktavinnufólk af því að rannsóknir sýna að vaktavinna getur verið heilsuspillandi, sérstaklega það sem unnið á óreglum tíma og á nóttinni og það eru margir sem í vaktavinnu sem að treysta sér ekki til að vera í fullu starfi út af því hversu mikið álag fylgir þessu.
Þannig að með þessum breytingum að þá getur fólk sem að hinga til hefur valið sér að vera í hlutastarfi farið í hærra starfshlutfall eða fullt starf.